Komið öll sæl, kæru gestir og til hamingju með afmælið. Það var svokallaður rangur misskilningur, þannig að ég mætti hér 4 í útskrift Fjölbrautaskólans í Breiðholti til að tala sögu lífeyrissjóðanna og síðan áttaði mig á því að það var 4:30. Þannig að ég þakka allra náðarsamlegast fyrir það að fá að vera hér í upphafi þessa fundar. En gallinn að hér var ætlunin að byrja á léttunótunum áður en ég kæmi að vera leiðileg. Þannig að mér hefur verið sagt að til þess að fá að byrja þurfi ég að vera á léttunótunum sem nú ekki endilega mjög góð hugmynd. Þannig að ég ætla að byrja bara á ræðunni og athuga hvað ykkur finnst hana. Því ég fór að sjálfsögðu að hugsa, ég var svo spennt þegar Þórey bað mig að koma hér og tala á afmælinu. Því þegar hún sagði þetta við mig, ég held að það vera ársfundi Seðlabankans, getur það verið? Þá sagði þú, ertu ekki til í að koma og tala á afmælinu? Og þá sagði ég, jú, mér langar svo að koma og tala lífeyrissjóði, því þetta gamalt áhugamál mitt. Og þá hugsið þið, af hverju eru lífeyrissjóðir gamalt áhugamál Katrínar? Jú, eitt af því sem var hluti af mínum fræðilegu áhugamálum þegar í mínu fyrra lífi ég nam íslenska bókmenntir við Háskóla Íslands var auðsöfnun í íslenskum bókmenntum. Og mér langar að tala aðeins það, því ef við höldum að lífeyrissjóðir eigi 50 ára afmæli í dag, þá einhver sannleikur í því, en lífeyrissjóðir eiga sér samt miklu eldri sögu. Að safna sér fé til eldri árana kunnuglegt stef allt frá því að Íslendingar fóru að skrifa sögur sínar á blað, að minnsta kosti hér á Íslandi. Og það eru margar ályktanir sem við getum dregið af sögum auðsöfnun í fornsögunum. Og það var ekki endilega alltaf farsælt eða gott að safna sér fé. Þeir sem einna helst sökkuðu að sér fjármunum og öðru verðmæti til þess að ávaxta það voru nefnilega drekar eða ormar. Og ef þið lesið fornaldarsögur Norðurlanda, þá voru þeir oft mjög ískyggilegir. Og ein besta sagan af ormi sem minnir mig dálítið á svona, sem segir svona ýmislegt viðhorf fólks til auðsöfnunar á þessum tíma, í Ragnarssögu Lóðbrókar. Það sem Herriður, jarl af Gautalandi, færði dóttur sinni, Þóru, og þið lásuðu þetta öll í menntaskóla, þið eru bara búin að gleyma þið, en nú munið þið muna það þegar ég fer með þessa sögu, því hún stórkostlegt. Frá því sagt að hann lét færa henni lítinn lyngorm einhvern dag, sem nú dálítið skemmtileg gjöf í sjálfri sér frá föður til dóttur. Ákaflega fagran, og þessi ormur þótt henni góður, og hún lét hann í sína ösku og bar undir hann gull, því það var það sem ormar vildu. Skammastund var ormurinn þar, áður hann óx mikið og gullið líka undir honum. Þar kemur að hann komst ekki fyrir í öskunni og lá í hringu utan ösku, eða dingju ösku Þóru. Og þar kemur síðir að hann komst ekki fyrir í skemmunni og gullið óx jafnt og ormurinn sjálfur. Svo hann lagðist utan skemmuna og svo saman tók höfuð og sporður og illur gerðist þar viðuregnar og enginn maður þorði að koma í skemmuna fyrir þessum ormi, nema þá einn sem færði honum fæðu og uxa þurfti hann í hvert mál. Ormurinn óx og gullið með honum og auðsöfnunin tengd við stækkandi og fitnandi orm, en eins og þið þekkið og munið, þá var ormurinn svo veginn af engum öðrum en Ragnari Lóðbrók. Orma tengjum við almennt við svík og pretti en ekki ráðdeild og fyrirhyggju. Og ef við setjum þetta í samhengi við samtíman og hugsum hvað getum við lært af sögu Ragnars Lóðbrókar fyrir lífeyrissjóði dagsins í dag, auðurinn vex eins og til ætlast, en sá sem á að gæta hans vex líka og enn hraðar og fyrir að verða vandamál. Hafið þið heyrt þetta einhvern tímann í nútímanum? Þannig að við þurfum ekki að líta til samtímans, við þurfum bara að líta aftur til sagnaarfsins og velta fyrir okkur hvaða spurningar menn voru að setja fram þá og þá áttum við okkur á því að allar sömu spurningarnar eru uppi á borðum í daginum í dag. Þeir sem forvalta peningi í nútímanum þurfa því að hafa í huga að þeir fara ekki að vaxa verkefni sínu yfir höfuð. En skemmtilegt líka að Ragnar leysti málið og það var með tækninýjung sem voru lóðbrækurnar. Þannig að við getum reiknað með því að unga kynslóðin og fjórða iðnbyltingin muni leysa þetta vandamál í samtímanum, ef við eigum að draga einhvern lærdóm af sögunni. Við erum með fleiri dæmi, Fáfnir í Völsungasögu sem lá á gulli andvara eftir hann drap föður sinn og gerðist auðvitað mjög illur. Hans vandamál var líka það að hann vildi ekki leyfa neinum öðrum að njóta fjárins og var svo hinn versti ormur og var svo drepinn af Sigurði Fáfnisbana. Og lærdómurinn fyrir samtíman, jú, það gæti verið rétt að það ekki nóg að liggja á peningunum, heldur markmið lífeyrisins að nýta hann á frjóan og gefandi hátt.
sem Fáfnir gerði greinilega ekki, heldur lá hann bara þarna og var mjög illur og það fór mjög illa fyrir honum. En það voru ekki bara drekar og ormar sem svefnuðu í sjóði, heldur voru það líka menn og Egilssögu sem þið lásuð líka í menntaskóla og kannski oft síðan, erum við með 2 menn sem var mjög annt sína lífeyrissjóði. Skallagrímur, hann var farin að eldast mjög og lá á digrum sjóðum, en hann var nú samt svo nískur að hann vildi rukka son sinn, Egil, einhverja skuld sem var fé sem Aðalsteinn konungur hafði sent honum. Egil var náttúrulega jafn nískur og pabbi sinn og sagði við hann, hvað þér orðið féfátt, faðir? Og sagði svo, ég skal láta þig hafa silfrið þegar ég veit að þú þarft á því að halda, en ég veit alveg að þú átt 1 eða 2 kistur fullar af silfri. Og Skallagrímur var svo fúll við þetta að hann reið út þá kvöldið með kisturnar af silfrinu og gróf þær í jörðu og faldi undir hellusteini og svo fór hann heim og dó, af því hann var svo fúll. Og svo þegar hans fjölskylda kom að honum, þá sat hann meira sig uppi í rúminu, hann dó sem sagt í sitjandi stellingu af því hann var svo fúll út af peningunum og hann var alveg einstaklega ófrýnilegur, segir í sögunni. Þarna nefnilega fæst höfundur Eglu við hið mannlega eðli. Fyrsta lagi höfum við þess þörf fyrir að safna okkur fé sem við viljum eiga til efri árana, sem mjög jákvætt, en svo má spyrja sig hvað við ætlum að gera við féð. Og Skallagrímur, ef okkur fannst hann óbilgjarn, þá var náttúrulega Egill ennþá verri. Því svo safnaði Egill sér óskaplega miklu fé og ekki vildi hann leyfa pappa sínum að fá neitt af því. Svo var hann orðinn gamall og fúll líka og fór þá að segja við dóttur sína, jæja, nú ætla ég að fá silfurkisturnar mínar. Og hún sagði, hvað ætlar að gera við þær? Já, ég ætla að fara með þær hérna á Þingvelli, sagði hann, þegar þingið stendur yfir og ég ætla að kasta silfurpeningur út allt og horfa á alla berjast silfurpeningana. Og að sjálfsögðu, börnin voru að hugsa eigin hagsmuni, þannig að þau sögðu nei, þú ert ekki að fara að gera þetta, Egill. Og Egill var þá mjög fúll, þannig að hvað gerði Egill? Eins og pabbi sinn Skallagrímur, hann gróf silfrið í jörð, fremur en að börnin hans fengju notið fjárins. Þannig að þetta eru þær hvatir sem við þurfum alltaf að hafa í huga þegar við söfnum okkur fé. Og ég spurði mig þegar ég var búin að lesa þessar sögur mér til skemmtunar þar sem ég hafði kveikt á þingrásinni í fyrir nótt en var líka að glugga í fornaldasögur og Íslendingasögur. Bíddu nú við, þá lífeyrissparnaður bara til marks einhverja græðgi og annarlegar hvatir og við viljum öll safna okkur fullt af peningum og svo ætlum við ekki að leyfa neinum öðrum að njóta þeirra og frekar að grafa þá í jörð. Og ég komst að því, sem nú góð tíðindi fyrir ykkur hér, lífeyrissjóði landsins, að eitt af mestu heillasporum Íslendinga samkvæmt fornsögunum að hafa komið á öflugu lífeyriskerfi. Einmitt nauðsynlegt að stofnanabinda lífeyrissparnaðinn til að koma í veg fyrir að menn missi sig bara í því að safna sér fé og fela það í jörð og gera ekkert gott fyrir féð. Þá stofnanabindum við sparnaðinn og stofnum lífeyrissjóðakerfi. Þannig að kannski var stofnun lífeyrissjóða í raun og veru viðbrögð við þeim lærdómi sem við getum dregið af fornsögunum. Og það hefur skilað því að Ísland nú í hópi þeirra þjóða sem eiga mestan lífeyrissparnað. Heildareignirnar námu 1,5 landsframleiðslu í lok síðasta árs og hlutfallið hefur farið hækkandi undanfarin ár. Og spár gera ráð fyrir því að lífeyrissjóðir stækki hraðar en landsframleiðsla á næstu árum og áratugum og þessi þróun haldi því áfram. Hlutdeild lífeyrissjóða í fjármálakerfinu hefur einnig aukist og eru þeir nú meiri en þriðjungur kerfisins, yfir stærri en bankar og sparisjóðir. Það sem merkilegt í sögu lífeyrissjóðanna hversu nátengd hún sögu verkalýðshreyfingarinnar og velferðarkerfisins. En grundvöll núverandi lífeyrissjóðakerfis á almenna vinnumarkaðnum má rekja til ársins 1969, lífeyriskerfi opinberra starfsmanna á sér mun lengri sögu. Samið var það í allsherjar kjarasamningum á vinnumarkaði að setja upp atvinnutengda lífeyrissjóði með skylduaðild og fullri sjóðsöfnun, en þrátt fyrir þessa sögu sem hefst 1969 og ástæða þess að við erum hér í dag, eru þó fyrstu heimildir lífeyrissjóði hér á landi eldri en 50 ára, lög frá árinu 1855 kváðu á rétt embættismanna til eftirlauna og 1904 voru sett lög skyldu embættismanna til að safna sér ellistyrk. Fyrsti eiginlegi lífeyrissjóðurinn var svo til með lögum 1919, forveri lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem var stofnaður 1943. Þannig að við setningu laga almannatryggingar árið 1946 voru lífeyrissjóðir orðnir 15 og 69 voru sjóðirnir orðnir 66,
en staðan var þó enn sú að skylduaðild að lífeyrissjóðum var einungis fyrir opinbera starfsmenn og bankamenn, aðrir lífeyrissjóðir voru tengdir starfsstéttum með ákveðnum fyrirtækjum og þá oft einungis fyrir fastráðna starfsmenn. Skylduaðild tók gildi árið 1970 og þá fjölgaði lífeyrissjóðum úr 66 í 90 og 10 árum síðar voru tæplega 100 lífeyrissjóðir starfandi hér á landi, sem segir allt Ísland. Því þegar við förum í þetta, þá stofnum við ekki einn lífeyrissjóð fyrir 350.000, heldur 100. Það bara okkar leiðdaldið. En þetta fannst fólki kannski aðeins og velilegt, þannig að með sameiningum hefur sjóðunum fækkað og nú eru þeir 21 talsins. Þannig að fjölmargir áfangar hafa náðst og í dag má segja að lífeyriskerfið byggja á 3 stoðum, almannatryggingakerfinu, lífeyrissjóðakerfinu og 3. stoðinni sem þá hinn frjálsi einstaklingsbundni eða vinnutengdi sparnaður, sem í samræmi við það sem alþjóðastofnanir á borð við Alþjóðabankann hafa mælt með þeim rökum að ellilífeyriskerfi eigi að vera bæði örvandi fyrir hagvöxt og félagslegt öryggisnet. Og lífeyrissjóðarnir eru svo sannarlega mikilvægir í efnahagslegu og félagslegu tilliti. Þeir hafa fjármagna fyrirtæki, auðvelda fólk að koma þaki yfir höfuðið, auk þess að tryggja því lífeyri í ellinni. Og sú staða hefur kannski ekki verið fyrir sér fyrir 50 árum að áhyggjur gætu skapast af umfangi eigna þeirra og áhrifum þeirra á virkni innlendra markaða. En staðan sú að lífeyrissjóðir eiga nú 1/3 fjármuna á Íslandi. Þeir eru umsvifamiklir á innlendum verðbréfamarkaði og eiga rúmlega helming allra verðbréfa og 38% af skráðum hlutabréfum á markaði. Nú eins og þið þekkið þá hafa lífeyrissjóðirnir líka komið að mjög miklum krafti inn í íbúðalánakerfið eftir 2016. Boðið hagstæðustu kjörin á íbúðalánum, þannig aukið samkeppni á íbúðalánamarkaði en leið hefur sú samkeppni verið gagnrýnd af bönkunum sem telja sig vera í bágri samkeppnisstöðu við lífeyrissjóðina vegna ýmissa þátta. En það áhugavert að sjá að útlán til sjóðfélaga hafa aukist tæp 25% í fyrra og sjóðfélagalán aukist 70% á raunvirði síðastliðin 2 ár. Lífeyrissjóðirnar hafa sömuleiðis aukið erlenda fjárfestingu sína sem þeir fengu undanþágu frá fjármagnshöftum 16 og svo auðvitað eftir að fjármagnshöftum var að mestu aflétt 2017. Það eru margvísleg rök sem hníga til þess að lífeyrissjóðirnir auki erlendar fjárfestingar sínar og þannig geta sjóðirnir aukið áhættudreifingu í eignasöfnum sínum auk þess að draga úr innlendum umsvifum. Því eins og kunnugt og kom fram í skýrslu sem unnið var fyrir forsætisráðuneytið að beiðni fyrrverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktssyni eru lífeyrissjóðirnir mjög áhrifamiklir í íslensku atvinnulífi með víðtekju eignarhaldi. Stór hluti fjármuna á Íslandi í eigu fjölmenns hóps sjóðfélaga, í því mjög dreifðri eigu, en á sama tíma eru sjóðirnir orðnir færri, eins og ég nefndi, stórir og óneitanlega fyrirferðamiklir. Síðan má ræða í þessu samhengi þegar lífeyrissjóðirnir eru jafn fyrirferðamiklir og raun ber vitni bæði í innlendu atvinnulífi, íbúðalánamarkaði og sem eigendur fjármagns, þá iðulega spurt áhrif almennra félagsmanna og hvort þeirra gæti nægjanlega vel við ákvarðanatöku. Þetta mál sem ég hef rætt í raunar öll þau ár líklega þar sem ég var almennu nefndarmaður í efnahags- og viðskiptanefnd því iðulega hafa legið fyrir frumvörp inn á Alþingi að breyta stjórnarkjöri lífeyrissjóða og tryggja það að almennir félagar geti valið stjórnarmenn. En ég veit það eftir þá umræðu sem við höfum átt á vettvangi Alþingis að sú leið ekki beinlínis heldur einföld í framkvæmd eða tryggir ekki endilega betri valddreifingu hjá lífeyrissjóðum. En þó að við séum ekki endilega komið lausnina á þessu, þá skiptir máli að við veltum upp spurningunni og hvaða leiðir við höfum til að svara henni. Nú ég nefndi hér þann starfshóp sem var skipaður 2017 til að skoða hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs og ég hef nefnt flesta þá þætti sem þau lögðu til, meðal annars aukningu hlutfalls erlendra eigna, stjórnarhættu og aukna samkeppni og fleira slíkt. En það skiptir máli að við ræðum og það hluta þeirri yfirlýsingu sem stjórnvöld gáfu í tengslum við kjarasamningana síðustu, lífskjarasamningana, að við ræðum framtíðarstöðu lífeyrissjóðanna, hvert við viljum stefna með kerfið því það liggur fyrir að eins og ég hef rakið að margir hafa það sterkar skoðanir, margir hafa þar mikla hagsmuni og öll eigum við mikla hagsmuni í því að lífeyrissjóðakerfið fá að blómstra og dafna í sem mestri sátt. Þannig að stjórnvöld hafa boðað skoðun á lífeyrissjóðakerfinu sem að sjálfsögðu verður unnin í mjög góðu samráði við alla aðila máls og við munum ráðast í á komandi árum.
Sömuleiðis í tengslum við sömu kjarasamninga var settur fram aðgerðalisti sem fól í sér að heimilt yrði að ráðstafa tilgreindri séreign til húsnæðiskaupa með skattfrjálsri úttekt og tíma- og fjárhæðartakmörkunum og að framlengd yrði í 2 ár heimild til að ráðstafa séreignarsparnaði inn í íbúðalán. Þessar aðgerðir voru settar fram í samhengi aðgerða á húsnæðismarkaði en eiga líka rætur að rekja til fyrri umræðu hlutverk lífeyrissjóðanna og að almenningur geti nýtt sér hluta af sínum lífeyrissparnaði til húsnæðiskaupa til þess í raun og veru að treysta stöðu sína fram í tíman, því það má spyrja sig og það hafa til að mynda fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar gert og það er ástæða þess að þetta rataði inn í yfirlýsingu stjórnvalda, hversu vel maður settur með digran lífeyrissjóð ef maður skuldar allt sitt húsnæði þegar á lífeyrisaldur komið. Hlutverk lífeyrissjóða er að tryggja fólki lífeyri á loknu starfsdegi og því hlutverki fylgir tvíþættur samfélagslegur tilgangur. Lífeyrissjóðirnir hafa skyldu við félagsmenn að leita skynsamlegra fjárfestinga til langs tíma og skyldu við samfélagið að verja fjármunum í samfélagslega uppbyggileg verkefni. Margir lífeyrissjóðir hafa sett sér fjárfestingastefnu sem tekur mið af þessu, til dæmis með aðild að reglum Sameinuðu þjóðanna ábyrgar fjárfestingar. Með því skuldbinda lífeyrissjóðir sig til að leggja áherslu á samfélagsleg og umhverfisvæn sjónarmið við ákvarðanir fjárfestingar, auk góðra stjórnarhátta þeirra fyrirtækja sem fjárfestir í. Þetta eru mikilvægar áherslur sem þurfa að ná í reynd í gegnum alla starfsemi sjóðanna. Þannig að ég vil segja það hér að lokum að hlutverk lífeyrissjóðanna er gríðarlega mikilvægt og til þeirra eru gerðar miklar kröfur samfélagslega ábyrgar fjárfestingar, það að þeir standi undir hlutverki sínu við að tryggja góð kjör almennings á efri árum, að þeir séu í góðu jafnvægi og samtali við annað atvinnulíf í landinu og aðra fjármálastarfsemi, þannig að kröfurnar eru ekki litlar sem settar á lífeyrissjóði. Á sama tíma, og þetta er persónulegt hugðarefni mitt, held ég að sé líka mikilvægt að fræðsla verði aukin mikilvægi lífeyrissjóðanna fyrir almenning í landinu. Ég held að, og það er hluti af því að sjálfsögða, þegar maður er ungur er maður ekkert mikið að velta því fyrir sér sem gerist þegar maður er gamall, það kemur bara seinna. En ég hef sjálf ráðlagt alveg ótrúlega mörgu ungu fólki lífeyrissjóði og hvernig eigi að haga sér til að mynda í því hagkerfi sem nú er að verða æ fyrirferðarmeira og er stundum kallað á ensku the gig economy eða hark efnahagslífið eða hvað við getum kallað, þar sem æ fleiri eru ekki endilega í fastri vinnu hjá einum atvinnurekandi heldur að sinna margháttuðum verkefnum og þá er hættan sú að greiðslur til lífeyrissjóða einmitt gleymist eða verði útundan. Erum við að sinna þessari fræðslu nægjanlega vel gagnvart ungu kynslóðinni sem er fyrirferðarmest í þessari tegund atvinnustarfsemi og er einmitt að taka sér verkefni. Ég hef áhyggjur af því að þar þurfum við að gera betur því það er alveg gríðarlegur hagur fyrir samfélagið að eiga öflugt lífeyrissjóðakerfi sem getur tryggt almenningi áhyggjulaust ævikvöld. Það eru stórar áskoranir framundan, kæru gestir, en leið er hlutverk lífeyrissjóðina í íslensku samfélagi ómælt og þið sem starfið fyrir innlenda lífeyrissjóði, ykkur hefur verið falin mikill ábyrgðarhluti, ekki bara af okkur sem erum nú á Íslandi, heldur líka öllum Íslendingum allt frá Agli og Skallagrími þegar þeir voru að sóa fjármunum sínum með þeim hætti sem þeir kusu að gera því að það var ekki búið að stofnanabinda sparnaðinn eins og ég sagði hér áðan. Þannig að það eru miklar áskoranir og mikill ábyrgðarhluti en leið hef ég fulla trú á því að innlendir lífeyrissjóðir eigi eftir að standa vel undir þeirri ábyrgð og óska Landssambandi lífeyrissjóða til hamingju með daginn og velfarnaðar við vandasöm verkefni framundan. Takk fyrir.